Lárus, til hamingju með sigur og Val, gott að fá fyrsta sigurinn í hús. Já, við erum búin að vera mjög nálægt í nokkrum leikjum og grátlega nálægt í síðasta leik á móti Stjörnunni. Ég er bara svolítið ánægður með hvernig liðið er búin að koma saman eftir mjög stórt tap móti Njarðvík. Það var fyrst þessi strákarnir sem sýna sterkan karakter og við erum að spila vel saman sem lið. Það sést kannski á því að það eru 4 leikmenn sem eru að skora stigin hjá okkur, eru með 15 eða í kringu það. Áður við förum kannski frekar í þennan leik og langar mig að spyrja hvað þú sagði við strákana eftir þetta svekkjandi tap fyrir norðan? Í rauninni mynduðu bara hvernig hann á það að við ætlum aldrei aftur að láta þetta gerast að einhver einn leikmaður myndi vinna leikinn á móti okkur. En svo aftur þessum leik, hvað fannst þér ganga vel? Við vorum rosalega grimmir að fara á hringinn. Ég heldur að við skorum 21 víti, ég held að fengum við 25 víti í leiknum. Það var eiginlega sem að skóp sigurinn. Það var þegar Valur kom tilbaka, þá fannst mér eins og við vorum aðeins hikandi og ætluðum að reyna að redda þessu með skotum. Bara leið að fórum aftur að fara á hringinn, þá var leikurinn okkar. Þegar Jamal fór að fara á hringinn í lokin. Ég held að það hafi verið það. Við vorum bara aggressífur á hringinn. Ég held að það hafi gert gæðumunin. Er þetta mikill léttir að ná þessu sigri? Já, ég var að ljúga þér ef ég myndi ekki segja að þetta verið mjög léttir. Það er náttúrulega búið að vera mjög brösótt byrjun hjá okkur. Samt er búið að vera við erum búin að eiga nokkra mjög góða leiki. Og það er búið að vera góð stemning í kringum körfuna. Það er búin að vera mjög góð mæting á heimaleikinu hjá okkur. Þannig að bara Þórsarar og bara Akureyringar, þeir virðast hafa fulla trú á liðinu. Þú ert með leikmann í hettupeysu hérna á bekknum, hvað getur þú sagt mér um hann? Ég kannski bara notið hann oftar sem aðstoðarþjálfara, það fínvirkaði þessum leik. Nei, hann það er búin að vera að saga hann endalaust með hann, það er allt komið, öll leyfi og allt, nema hann þarf að sanna það að hann sé ekki með kennitölu í Chile og það er náttúrulega mjög erfitt þar sem það er borgarastyrjöld í Chile og þetta fer í gegnum norska sendiráðið, sendiráð Chile í Noregi sem er fyrir Ísland líka. Og við heldum að þetta væri komið í dag en því miður þá gátu við ekki sendt okkur tölvupóst þegar þeir voru á okkur fundum. Við náttúrulega bara ekki ná nokkuri átt að Útlendingastofnun gefa honum bara ekki leyfi til að spila. Hann hefur spilað hérna áður, hefur ekki gert neitt á sér. Hann er búinn að skila inn sakavottorð frá Bandaríkjunum. Ef hann hefði gert eitthvað á sér í Chile þegar hann var, þá ætti það að koma fram á sakavottorði. Plús það, hann er með túristavísa frá Chile sem að sannar að hann var ekki þar sem residens. En Útlendingastofnun tekur það ekki gilt. Hann er með frumriti með sér. Hann er með allt á hreinu, en þetta er eitthvað tölvan segir nei, dæmi. Hefurðu séð fyrir þér á þessu tímamóti hvernig dýnamíkin í liðinu muni breytast þegar hann kemur inn? Við höfum fleiri möguleika. Við getum spilað kannski aðeins meira stórir og litlir til skiptis. Það er rosalega erfitt fyrir mig að giska á hvernig hvort við verðum eitthvað miklu betri með hann, en ég held það, þú betur sér lið, hann er mikill liðspilari. Hvaða skilaboð að lokum eftir hennar fyrsta sigur viltu koma til stuðningsmanna félagsins? Bara halda áfram að mæta á leikinni og bara fylla höllina í næsta heimaleik á móti 6-földum Íslandsmeistari 19. des.